Lögreglan hefur handtekið minnst 5 í tengslum við rannsókn á manndrápi. Karlmaður fannst látinn í Gufunesi í morgun. Umfangsmiklar lögregluaðgerðir hafa staðið yfir í allan dag. Ómannaður eftirlitskafbátur og búnaður til að stöðva ólöglega dróna er meðal þess sem stjórnvöld ætla að kaupa til að auka varnir landsins. Þetta kemur fram í tillögu að stefnu í öryggis- og varnarmálum. Atvinnuvegaráðherra hyggst leggja fram reglugerð til að tryggja 48 daga strandveiðar í sumar. Málið var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Þetta er í fyrsta sinn sem ég finn fyrir jaðarsetningu, segir transkona sem hefur hætt við árlega ferð til Bandaríkjanna vegna stefnu þarlendra stjórnvalda í málefnum hinsegin fólks. Búist er við metkjörsókn í þingkosningunum á Grænlandi í dag. Kjörkassar fylltu snemma og langar raðir mynduðust við kjörstaði. Komiði sæl. Minnst 5 eru í haldi lögreglu í tengslum við rannsókn á andláti karlmanns sem lést snemma í morgun. Lögreglan hefur verið með umfangsmiklar aðgerðir á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu í dag. Haukur Hólm fréttamaður er í Þorlákshöfn og þar var lögreglan að störfum fyrr í dag, en hvað vitum við málið núna, Haukur? Það kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni að áverkar á hinu látna bendi til þess að lát hans hafi borið að með saknæmum hætti og málið er því rannsakað sem manndráp. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út í nótt, en lögreglan á Suðurlandi sem sér rannsókn málsins naut einnig aðstoðar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, á Suðurnesjum og einnig lögreglunar á Vesturlandi. Meðal þess sem lögreglan hefur gert hér er að skoða efni úr eftirlitsmyndavélum hér víðsvegar í bænum. Lögreglan er ekki vilja veita viðtöl vegna þessa máls í dag og ekki liggur fyrir hvort að farið verður fram á gæsluvarðhald yfir öllum þeim sem hafa verið handteknir. Rannsókn lögreglu teygir sig víða og auk sérsveitarinnar hefur lögreglan á Suðurlandi notið aðstoðar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, á Suðurnesjum og á Vesturlandi. Karlmaðurinn var á 70-aldri og þótt honum hafi verið veittir áverkar sem leiddu til dauða í Þorlákshöfn, þá fannst líkið ekki þar. Það fannst á leikvelli í Gufunesi í Grafarvogi. Þar virðist það hafa verið skilið eftir. Í Gufunesi er stórt og vinsælt leiksvæði. Mildi þykir að börn hafi ekki gengið fram á líki þar í morgun, enda skóladagur. Lögregla var að störfum á vettvangi í Gufunesi fyrir hádegi. Engin ummerki var að sjá þegar fréttastofu bar þar að síðdegis. Þau sem eru í haldi eru samkvæmt heimildum fréttastofu ungt fólk eða ungmenni. Ekkert þeirra er þó yngra en 18 ára. Lögreglan verst allra frétta, en rannsóknin er flókin. Hún mun meðal annars beinast að því hvort ástæða manndrápsins sé einhvers konar fjárkúgun sem farið hafi úr böndunum. Og við munum halda áfram að fylgjast með þessu máli í öllum okkar miðlum, en kveðjum hér frá Þorlákshöfn í bili. Takk fyrir það, Haukur Hólm, og við ætlum að fara beint frá Þorlákshöfn til útlanda. Úkraínumenn fallast að tillögu Bandaríkjamanna að gera 30 daga vopnahlé í stríðinu við Rússa og ræða í kjölfarið varanlegan frið. Þetta er niðurstaða funda Úkraínumanna og Bandaríkjamanna í borginni Jeddah í Sádi-Arabíu sem staðið hafa yfir í dag og í gær. Úkraínumenn segjast reiðubúnir að gera algjört vopnahlé þegar í stað. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði skömmu fyrir fréttir að boltinn sé núna hjá Rússum. Ef þeir samþykki ekki vopnahlé sé orðið ljóst á hvorum aðila það strandar. Þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna ætlar að ræða mögulegt vopnahlé við rússneska erindreka á næstunni. Samningur Bandaríkjanna og Úkraínu námuvinnslu í Úkraínu var ekki til umræðu á fundinum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kynnti ríkisstjórninni í morgun tillögu að stefnu í öryggis- og varnarmálum Íslands. Magnús Geir, þú ert á Alþingi, hvað felst í þessari tillögu? Já, þetta er rauninni bara fyrsta skrefið að nýrri varnarstefnu. Nú þá að skipa nefnd þingmanna, þá eftir að leita álit sérfræðinga og svo tekur við einhver vinna þvert á ráðuneyti. Sjálf stefnan verður svo lögð fram í vor en ekki haustið svo til stóð. En kannski stóra fréttin í þessu núna er svo að nú þegar á að ráðast í aðgerðir til að auka varnarviðbragð Íslands. Það er kannski best að ég spyrji bara Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra, hvað felst í þessum aðgerðum?
Já, það einmitt að styrkja varnir og öryggi í landsins og sjá hvað við getum gert núna innan þess ramma sem við höfum. Við erum að auka rauntíma eftirlit, meðal annars á mikilvægum neðarsjávar innviðum. Við þurfum að passa upp okkar lykilhafnir svo eitthvað sé nefnt og ég vil ekki síst líka nefna netöryggið og við erum að sjá svona ákveðna samþættingu og ætlum að koma upp samþættingarmiðstöð þvert á ráðuneyti, þvert á stofnanir, lykilstofnanir eins og ríkislögreglustjóra, Landhelgisgæsluna og síðan núna netöryggissveitina með varnarmálaskrifstofu ráðuneytisins. Þetta erum allt saman að samþætta til þess að geta farið markvisst í aðgerðir og unnið líka af alefli með þingmannanefndinni þverpólitísku. Hvaðan komu þessar ógnir sem ætlunin að verjast? Já, það sjá það allir að við þurfum að vera viðbúin, til að mynda við erum að horfa á Eystrasaltsríkin verða sífellt fyrir allugu árásum á neðarsjávar innviðum og þetta bara hluta því sem að við erum að fara í. Við fórum í æfingu daginn, Ísland ótengt, vorum að æfa það ef að landið yrði algjörlega kapalslaust ótengt, þannig að þetta eitt og annað sem að við erum að vinna að og þetta í samhengi við það. Það talaði kafbáta og eitthvað tæki til að stöðva dróna. Er þetta mikill búnaður? Já, við erum bara einfallega að fara að koma þessu upp og líka náttúrulega að senda fólk, sérfræðinga út til NATO til þess að fá ákveðna þjálfun. Við megum hins vegar heldur ekki gleyma því að þráttur allar hernaðarlegar ógnir, að þá með þessu erum við líka að tryggja öryggi mikilvægrar almannaþjónustu fyrir skemmdarverkum og skaða. Það er ekki síst það sem við erum líka að hafa í huga í öllu þessu. Kannski ein spurning í lokin, bara núna rétt að hann var greindur frá vopnahléi milli Úkraínu og Bandaríkjanna. Bara svona þín fyrstu viðbrögð. Já, gott skref, mikilvægt skref, en það verður löng leið að átta varanlegum og réttlátnum friði í Úkraínu, en það sem að skiptir öllu máli að þetta verði varanlegur og réttlátur friði fyrir Úkraínu til þess að treysta öryggi Evrópu ekki síður og svo núna er boltinn hjá Rússum. Það eru Rússar núna sem að geta haft þetta í hendi sér að stöðva stríðið og ekki síst líka meðal annars afhenda börnin sem að þeir stálu svo ömurlega. Takk fyrir það, Þorgerður. Já, við látum þetta verða loka orðin af Alþingi. Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson, og við snúum okkur að öðrum. Atvinnuvegaráðherra leggur fram reglugerð sem tryggir 48 daga á strandveiðum í sumar. Þá er frumvarp í smíðum sem tryggir 48 daga til lengri tíma fyrir sjómenn sem eiga meir en 51% í bátum sínum. Hvað veist þú strandveiðar? Já, ég veit í rauninni mjög lítið strandveiðar, sko. Ég geti giska á það væri bara sem veitt á ströndum og annað bara út á hafi. Ég veit bara ekki neitt. Mér dettur eiginlega ekkert í hug, sko. Þetta er dálítið flókið. Þorskígildi, línuívilnun, krókaflamark, verðlagsstofa skiptaverðs. Þetta eru sum orðin sem við heyrum sjómenn, sérfræðinga og stundum fréttamenn nota þegar við fjöllum strandveiðar. En þetta er hálf óskiljanlegt fyrir okkur flest. Já, ég var til að vita þetta meira. Fiskveiðar við Ísland eru að langstærstum hluta á vegum stærri útgerða, fyrirtækja sem eiga kvóta, fjölda skipa og eru með margt fólk í vinnu við fiskveiðar og vinnslum. Sjálfstætt starfandi sjómenn sækja sjóinn á minni bátum og veiða á línur og króka. Á sumrin geta þeir stundað strandveiðar og fengið til þess kvóta úr sameiginlegum potti. Á þessu fiskveiðiári átti strandveiðikvótinn að vera 11.100 þorskígildistonn. Allir geta stundað strandveiðar, það eina sem þarf bátur og strandveiðileyfi. Það má veiða takmarkað magn bara 4 daga vikunnar. Síðustu ár hefur kvótapotturinn klárast í júlí. Ný ríkisstjórn hefur lofað að tryggja nægan strandveiðikvóta út sumarið, en óvíst hvaðan sá kvóti á að koma. Og þá herst þessi togstreita að það þarf væntanlega að taka þetta á stórútgerðinni ef það á að færa meira yfir til strandveiðimanna. Ég held að það geti orðið svolítið snúið, sko. Það eiga í raun allir sem vilja að geta tekið þátt í strandveiðum, en síðustu ár hefur ekki verið nóg að kvóta og það hefur orðið að stöðva veiðarnar mitt sumar. Og það er eiginlega eina leiðin í dag inn í kerfið í gegnum strandveiðar. Nú er búið að kvótasetta grásleppuna og það verður þá erfitt fyrir fólk að byrja þar eða þarf að kaupa kvóta ofan á allt hitt. Þetta er svona ákveðin barátta á milli að smábátarnir vilja auka við sitt, sko, en hinir sem eru í stóra kerfinu, sko, þeir eru reyna svona að halda þessu niðri, þannig að það er alltaf þessi þrýstingur. Sérfræðingar telja hæpið að þorskkvótinn verði aukinn á næstunni, því verður ekki meira fyrir alla.
Smábátasjómenn hafa hins vegar bent á að í flóknu kerfi falli eitthvað af þorskkvóta milli skips og bryggju. Því væri hægt að beina í strandveiðipottinn. Árið 2007 úrskurðaði mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna að íslenska fiskveiðistjórnarkerfið bryti í bága við mannréttindasáttmála. Strandveiðar voru meðal tilrauna íslenskra stjórnvalda til að svara kallinu að fleiri gætu veitt. Nýlega fékkst niðurstaða í þessu máli og hérna hjá okkur lögmaður mannanna Lúði. Hver var niðurstaðan? Niðurstaðan er svo að aðildarríkinu, þar að segja Íslandi, er skylt að rétta hlut þeirra að fullu. Þar á meðal með fullnægjandi skaðabótum og endurskoðun á fiskveiðistjórnkerfi sínu. En er hægt að tryggja samtímis jafnt aðgengi landsmanna að auðlindinni og líka að hún skili sem mestu í ríkiskassan? Mikilli arðsemi en líka auknu aðgengi. Þetta eiginlega gengur ekki alveg saman. Er flókið að finna þennan balans? Það er auðvitað ekkert flókið en ef menn ætla sér að finna það, þá geta þeir fundið það. Og nú er það í höndum þingmanna að sigla þessu skipi í höfn, en þeir leggja fram nýtt frumvarp undir lok mars. Eitt er víst, Íslendingar hafa rifist fiskinn í sjónum svo lengi sem elstu menn muna og þeir gera það eflaust áfram. Við munum tryggja 48 daga strandveiðar við þessar blæðandi sjávarbyggðir. Þegar við erum að kaupa kvóta og kannski ekki ánægðir með það að aðrir fái aukningu fyrir ekki neitt í rauninni, sko. Að fiskurinn í kringu landið er eign þjóðarinnar. Siggaborðin hún er 22 hætti gær. Ég er að spekulera hætta líka. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, nú komið í ljós allavega veiðarnar í sumar muni stjórnast með reglugerð og meðan það vera að semja frumvarpið. Akkurat. En hvernig verður vertíðin í sumar? Hún verður vonandi góð. Við erum sem sagt að setja á morgun, eftir að ég kynnti á ríkisstjórnarfundi í morgun, fer á morgun inn í viku samráð reglugerð sem hefur verið samin til þess að mæta þessu loforðum 48 daga í sumar af því að strandveiðitímabilið hefst í byrjun maí. Og í þessari reglugerð þá erum við að setja, það má kalla það kannski ákveðna girðingar en í besta falli allavega það eru ákveðin skilyrði, það þarf að sækja leyfi fyrir 15. apríl vegna þess að við viljum tryggja bara ákveðin fyrirsjáanleika og utanumhald. Það er líka verið að tryggja ákveðið eftirlit með því að skipstjórar þurfa að senda inn til Fiskistofu upplýsingar aflann áður en leggja að bryggju og síðan er það að við erum að tryggja að þeir sem ætla sér að fá leyfi til að veiða þurfa að eiga meirihluta í bátnum. En nú hefur umræðan síðustu viku verið að snúast hvaðan kvótinn í raun og veru kemur. Hvernig ætlaði að útfæra þetta? Akkurat. Útgangspunkturinn var hjá mér að við myndum halda þessu innan svokallaða litla pottsins, eins og þetta var talað hérna í þessari góðu umfjöllun ykkar. Það er að segja 5,3% potturinn og við höfum með því að setja ákveðin skilyrði og síðan höfum við nú ýmis ráð til að eins og hefur komið fram hérna. Það eru ýmsar leiðir til, þannig að við erum mjög bjartsýn á að við náum því í sumar að gera þetta þannig og síðan er reynsla notuð einhver leyti til að taka þetta næstu ár. En svona rétt í lokin verða að gera einhverjar breytingar til þess að tryggja jafnræði á milli svæða? Já, þessi 48 dagar gera það auðvitað. Það er verið að tryggja allir þeir sem fái strandveiðileyfi á annað borð hafi þessa 48 daga. Þannig að í því felst ákveðið jafnræði og þá ekki síst þarna fyrir norðaustursvæðið þar sem hafi verið mikið kvartað undan ójafnræðinu. Já. Og það verður nú orðandi sátt strandveiðarnar þegar þetta komið í gegn? Þetta er leið til þess. Það hefur verið mikið ákall það að stjórnvöld tryggi þetta en það má ekki gera það hvernig sem er. Við höfum verið að vanda okkur og við erum mjög ánægð með þessa leið sem við höfum kynnt núna og nú hlakka ég bara til að sjá umsagnir. Hanna Katrín, takk kærlega fyrir að koma til okkar. Takk fyrir. Og þá snúum okkur á allt öðrum. Íslensk transkona sem hefur sótt fjölmenna tölvuleikjaráðstefnu í Bandaríkjunum síðastliðin 10 ár hætti við að fara í ár. Samkvæmt nýrri reglugerð má meina transfólki að koma til landsins og jafnvel setja það í ævilangt landvistarbann. Þannig að þetta er svona, já, eiginlega fyrsta sinn sem ég finn svona jaðarsetninguna. Fékk þetta vegabréf fyrir 3 árum og hef 3 sinnum farið til Bandaríkjanna eftir að ég byrjaði í mínu ferli og það hefur ekki verið neitt vandamál og þangað til núna. Þurfti að hugsa lengi af því að ég er mikið í húfi þarna
og mikið af tækifærum sem ég missi af að fara ekki. En í rauninni komst að því á það niðurstöðu að áhættan væri ekki þess virði upp á bara hættuna á að lenda í einhverju á landamæraeftirlitinu hjá þeim. Hvernig líður þér með þetta? Þetta bara ótrúlega skrítið. Þetta bara sárt að komast ekki og hitta vini og mynda þessi sambönd sem ég þarf fyrir starfið mitt. Ég bjó í Bandaríkjunum í 2 ár og læriði úti og á mikið af bandarískum vinnum og þannig að mér þykir mjög vænt Bandaríkin og þannig að það svolítið sárt að þetta sé einhvern veginn komið á lista yfir lönd sem ég get ekki ferðast til, sem var alveg nógu langur nú þegar sko. Og í rauninni af því að ég hef verið þannig úti mjög oft, þá eru þeir með fingraförin mín á skrá, þannig að þeir myndu sjá misræmi á milli gamla vegabréfsins og nýja vegabréfsins. Og þá náttúrulega, hættan á mun ég vera tekinn, mun ég bara vera snúið við, lendir maður í fangelsi, maður veit það ekki alveg sko. Þannig að betra að taka ekki áhættuna. Þetta er svona fraud, svona persónu svindl og það væri eins og þú værir að reyna að fara inn með ólöglegt vegabréf sko. Þetta er svolítið þversagnakennt. Já, einmitt. Þeir eiga að heita Land hinna frjálsu. Bjarndís Helga Tómasdóttir, þú ert formaður samtakanna 78, velkomin hingað til okkar. Fáið þið fyrirspurnir frá transfólki sem er að hugsa að ferðast til Bandaríkjanna og veit ekki hvernig það á að bregðast við? Já, Ísland er náttúrulega alveg sérstakri stöðu og það er eðlilegt og hefur lengi verið þannig að fólk leitar til okkar og síðustu mánuði og eftir kosningarnar þá hefur það alveg stóraukist, bæði transfólk og foreldrar transbarna sem eru bara hreinlega hrædd og enda rík ástæða til þess að vera óttaslegin núna þar sem að staðan er mjög svona vafasum. Hvernig ráðgjöf getið þið veitt? Við raun og veru getum ekki veitt mjög mikla ráðgjöf utan þess að láta fólk vita hver ferlanir eru til þess að flytja hingað til lands en það sem við reynum alltaf að gera og það er að svara fólki persónulega, vera til staðar, veita áheyrn og það, já. En að ykkar mati þurfa íslensk stjórnvöld með einhverjum hætti að stíga þetta fastar inn í? Já, ég held að ótt að segja að Bandaríkin sé ekki lengur öruggt land og transfólk og í raun og veru allt sýnilega hinsegin fólk þarf að hugsa sér til svo áður að ferðast þangað og spurning hvort það sé ekki bara komin tími til að íslensk stjórnvöld gefi út einhvers konar ferðaviðvörun eins og hefur verið gert til dæmis í Þýskalandi. Hvernig metið þið stöðuna í raun og veru? Þetta er náttúrulega bara afleiðing það sem að öfgaíhaldsöfl hafa verið að halda og svona ákveðnu orðræðu sem hefur verið að halda að fólki mjög lengi og þetta er ekki eitthvað sem að í sjálfu sér kemur okkur óvart þó þetta sé undarleg staða og erfitt átt að sjá hvað gerist næst. En þið allavega, þið takið við öllum sem hafa samband við ykkur og leitið til ykkar eftir ráðgjöfum hvernig þið eru að snúa sér. Það gerum við. Bjarndís Helga, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar í Myndirið. Kjósendur biðu í löngum röðum og kjörkastar fylltu snemma á Grænlandi í dag. Búist er við metkjörsókn. Það viðraði vel í Nuuk í dag og greinilega mikil stemming fyrir kjördegi. Erlendir fjölmiðlar streymdu til Grænlands líklega vegna áhuga Bandaríkjaforseta á að eignast landið. We're not for sale and someone should make it more clearly to Donald Trump that he have to stop playing. I hope the Greenlandic people will vote with their senses today and not by greed. I think it will maybe we have more 40% more money per person in Greenland if we're going to work with the US. Engar skoðanakannir hafa verið gerðar og því erfitt að spá fyrir úrslitin. Hér eru 3 atriði sem verður áhugavert að fylgjast með. Heldur stjórnin, það þarf 16 þingmenn til þess að mynda meirihluta. Stjórnarflokkarnir EA og Siumut eru með 22 samtals. Hvernig gengur Naleraq? Naleraq er sá flokkur sem hefur mestan áhuga og auknum tengslum við Bandaríkin frekar en Danmörku. Hann fekk 4 þingsæti í síðustu kosningum. Hvernig verður kjörsókn? Síðast var hún 65,92% og þar síðast 71,86%. Það var gríðarlega mæting í morgun á opnum kjörstaðar, meira en nokkuð sinni fyrr.
Vilborg Ása fyrrverandi ráðgjafi í Vestnorræna ráðinu og í Nuuk að fylgjast með kosningunum. Hún segir að búist sé við kjörsókn í þingkosningum. Og fyrstu tölur sýna það raunar nú þegar frá Sisimiut. Það á milli 11 og 12% aukning. Það eru engar útgönguspár, en það má búast við fyrstu tölum í kringum 10-leytið hér á Grænlandi sem miðnætti á íslenskum tíma. Og Urður, hvað ætlið þið að gera í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að halda áfram með umfjöllun kosningar á Grænlandi. Við ræddum við Lindu Kristensen í dag, ung grænlensk kona sem býr hér á landi og starfar fyrir Arctic Circle, bæði viðhorf Grænlendinga til þingkosningana og stöðunar almennt á Grænlandi. Svo verða hjá mér Bogi Ágústsson, fréttamaður, og Steinunn Þóra Árnadóttir, fyrrum formaður Vestnorræna ráðsins, til að ræða þessi mál. Svo í lok þáttar, eins og svo ofta þá verðum við á allt öðrum nótum, en við fáum innsýn inn í líf tveggja manna sem að undirbúa sig fyrir fitnessmót. Frábært, takk fyrir þetta Urður. Missum ekki að Kastljósi frekar en fyrir daginn. Og þá það veðrið vestan og norðvestan 5 til 13 metrar á morgun og skýjað með köflum, en að mestu bjart suðaustan til. Hiti verður 3 til 10 stig að deginum, en sums staðar vægt frost í nótt. Birta Líf nánar yfir horfur næstu dagar að loknum íþróttafréttum. Íslandsmótið í grjótglímu fór fram í Klifurhúsinu helgina. Í gærkvöldi var komið að úrslitum í fullorðinsflokkum og mátti sjá flott tilþrif. Fyrirliði Vestra í bestu deild karla í fótbolta gæti fengið bann vegna veðmála. Hann viðurkenndi að hafa brotið af sér í yfirlýsingu í dag. Og við heyrum í landsliðsmönnum í handbolta og fyrstu skíðakonu Íslands á vetrarleikum Special Olympics. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögreglan hefur handtekið minnst 5 í tengslum við rannsókn á manndrápi. Karlmaður fannst látinn í Gufunesi í morgun. Umfangsmiklar lögregluaðgerðir hafa staðið yfir í allan dag. Úkraínumenn hafa fallist á tillögu Bandaríkjamanna 30 daga vopnahlé í stríðinu við Rússa. Rússar eiga eftir að samþykkja tillöguna. Ómannaður eftirlitskafbátur og búnaður til að stöðva ólöglega dróna meðal þess sem stjórnvöld ætla að kaupa til að auka varnir landsins. Þetta kemur fram í tillögu að stefnu í öryggis- og varnarmálum. Þetta í fyrsta sinn sem ég finn fyrir jaðarsetningu, segir transkona sem hefur hætt við árlega ferð til Bandaríkjanna vegna stefnu þarlendra stjórnvalda í málefnum hinsegin fólks. Búist við kjörsókn í þingkosningunum á Grænlandi í dag. Kjörkassar fylltust snemma og langar raðir mynduðust við kjörstaði. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni viljum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Tölum Endó, íslensk heimildamynd þar sem við kynnumst 8 íslenskum konum á ólíkum aldri sem allar eru með sjúkdóminn